Förum við í 17. lið í fundargerð, í dagskrá borgarstjórnar. Það fundargerð borgarráðs frá 13. júní. Þar koma 2 liðir til afgreiðslu. Það 8. liður, tillaga sölu malbikunarstöðvarinnar Höfða og 11. liður, auka fjárveiting vegna fjölgunar barna í leikskólum. Fyrst tekin til afgreiðslu liður 8 úr fundargerð borgarráðs frá 13. júní sem svohljóðandi tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Lagt til að Reykjavíkurborg skoði kosti og undirbúi sölu malbikunarstöðvarinnar Höfða HF sem svo ítarlegri. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú ekki að hafa langt mál þetta tiltekna atriði, en þó verð ég eiginlega geti ekki orða bundist að brýna þann meirihluta sem hér við völd að vinna betur og vinna hraðar. Við lögðum fram tillögu sem snýr að malbikunarstöðinni Höfða 31. janúar á þessu ári og eins og borgarfulltrúar sjá þá kemur svar núna á fundi borgarráðs 13. júní. Það allt of langur tími og þá ekki síst vegna þess að það svar sem berst loksins langt frá því að vera djúpt eða vandað eða málið hafi verið með einhverjum hætti skoðað meira heldur en gert hafi verið ráð fyrir sem hefði þá auðvitað réttlætt það að menn hefur gefið sér góðan tíma til þess, en svo var auðvitað ekki. Þær ástæður sem gefnar voru upp, svona eftir minni, voru þær til dæmis að ekki hafði fundist lóð fyrir malbikunarstöðina Höfða sem náttúrulega mjög sérstakt. Það að segja að fyrirtæki sem 100% í eigu borgarinnar, iðnfyrirtæki sem samkvæmt aðalskipulagi þarf að fara vegna borgarþróunar, að Reykjavíkurborg getur ekki einu sinni fundið stað fyrir slíkt fyrirtæki, fyrir eigið fyrirtæki og þá náttúrulega það alveg augljóst að það mun ekki finnast lóðir fyrir önnur iðnfyrirtæki í svipuðum geira eða sem í grófum iðnaði heldur, en forsenda aðalskipulagsins auðvitað að slíkt geti gerst. Þannig ég vil bara minnast á þetta hér, ég vil brýna meirihlutann að standa sig betur í skipulagsmálum, í tillögum sem að minnihlutinn leggur fram og að vanda svörin betur. Í svarinu til dæmis eitt af þeim atriðum sem tekin fram það að það sé óvissa sölu fyrirtækisins. Og ég bara verð að viðurkenna það að maður svona brosti bara út í annað, að borgarstjórn skuli lagt fram í borgarráði svar með þessum hætti að það sé ekki hægt að selja tiltekinn hlut sem í þessu tilfelli malbikunarstöðin Höfði vegna þess að það ekki víst hvert andvirði þess verður eða hvert söluverð þess verður. Þetta náttúrulega svona gjörsamlega út í hött og auðvitað útúrsnúningur á tillögunni vegna þess að auðvitað enginn að leggja til að fara að selja þetta fyrirtæki nema fyrir það fáist sanngjarnt verð. Og það veit enginn hvaða verð getur fengist fyrir þetta fyrirtæki nema einmitt með því að setja þá í söluferli og ganga í það mál og taka síðan afstöðu til þeirra tilboða sem berast í fyrirtækið að því ferli loknu. Ég sem sagt kom upp og ætla ekki að fara að flytja þessa tillögu aftur eða fara meira ofan í þetta mál. Mér finnst niðurstaðan röng. Mér finnst ekkert það að verið gert til þess að reyna að komast að því hvort að þetta sé fýsilegt eða ekki og vil þess vegna brýna meirihlutann bæði að vanda svör við þeim tillögum sem að berast og viðbrögð við þeim en jafnframt að svara auðvitað hraðar og meiri vandvirkni heldur en framkemur í þessu tiltekna máli. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við tökum öllum ábendingum málshraða vel. Þetta hins vegar ágætt svar þó þessi stutt og knappt. En það kannski engin tilviljun að engum hafi dottið það í hug, sérstaklega ekki á síðustu árum, að selja malbikunarstöðina Höfða, ekki einu sinni meirihluta Sjálfstæðisflokks á síðasta kjörtímabili. Mig minnir raunar að borgarfulltrúinn, Júlíus Vífill Ingvarsson, hafi setið þar í stjórn. Það tengist auðvitað því að malbikunarstöðin hefur verið í miklum verkefnum við að
takast á við nýjan veruleika eftir hrun. Það tengist því að það er ákveðin hætta á fákeppni á þessu markaði ef að malbikunarstöðurinn á Höfða nyti ekki við. En hún er í öllum sínum rekstri í raun rekin eins og hvert annað fyrirtæki og öll verkefni borgarinnar til dæmis boðin út en ekki afhent malbikunarstöðinni. En það er líka algjör óþarfi að gera lítið úr því að óvissa lóðamálin í Ártúnshöfðanum fyrir þetta fyrirtæki eins og önnur gerir það auðvitað verkum að jafnvel þó að það teldist skynsamlegt að selja út frá markaðsaðstæðum, út frá samkeppnissjónarmiðum, þá væri nokkuð flókið að gera það vegna þess að lóðin er ekki til langframma og það þarf auðvitað að gilda lóðaleigusamninga til þess að veðsetja hluti og svo framvegis. Þannig að mér finnst þvert á móti svarið sem var lagt fram skýrt, greinargott, vel rökstutt og er ástæða þess að það er ekki skynsamlegt að selja malbikunarstöðina. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi veitt andsvar og þá svarar andsvarið borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, ég vil þakka borgarfulltrúi fyrir að koma hér upp og fara svona aðeins yfir það svar sem barst. Því miður þá var ég nú að benda borgarfulltrúnum á í þessu algjör þversögn. Fyrirtækið er nánast eitt á þessu markaði þó ekki alveg aðleitt. En það er auðvitað vegna þess að önnur fyrirtæki eru ekki að fara að koma sér fyrir eða taka þátt í samkeppni þar sem helsti eigandi fyrirtækis er Reykjavíkurborg. 100% eigandi þessa fyrirtækis er Reykjavíkurborg. Og hver er helsti viðskiptavinur og kaupandi þjónustu þessa fyrirtækis? Það er auðvitað Reykjavíkurborg. Þannig það er alveg augljóst að bara þessi staða, hún kemur í veg fyrir samkeppni á þessu markaði og þar með auðvitað kemur líka í veg fyrir það að fyrirtæki leiti hagræðis og að þjónustan verði væntanlega ódýrari og allir getur raunverulega grætt á því. Það sem að snýra að lóðinni, því miður verði ég að vísa til föðurhúsanna í stuttu andsvari, getur nú ekki fara nánar út í það, en það er auðvitað ekki hægt að afgreiða máli með þessum hætti því auðvitað er hægt að finna annan stað fyrir þetta fyrirtæki og selja þá með þeim fyrirvörum sem að því fylgja. Það er alveg augljóst. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson svarað andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka það sem kom fram í máli mínu áðan að öll malbiksverk Reykjavíkurborgar þar sem við erum kaupandi eru boðin út. Og þau eru alls ekki öll keypt af malbikunarstöðinni Höfða. Það er bara ýmist eða það fyrir eftir í hver er lægstbjóðandi viðkomandi verki. Og yfirlit þetta hafa verið lögð fram reglulega og er hægt að gera það verði eftir því óskað og það er alveg fúslega. Varðandi það hvort að malbikunarstöðin Höfða hafi hagrætt eða ekki þá vísast bara í ársreikninga fyrirtækisins sem bera þess glöggt vitni að það hefur verið mikið hagrætt, ekki síst á síðustu árum, lítil yfirbygging og góður og sæmilega heilbrigður rekstur þrátt fyrir erfitt árferði. Þá hefur Dagur B. Eggertsson veitt andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Og þá bara skulum við taka þetta saman eins og þetta lítur út. Stærsti viðskiptavinur malbikunarstöðinni Höfða er Reykjavíkurborg og sá aðili sem Reykjavíkurborg kaupir mest af þegar kemur að malbikun er malbikunarstöðin Höfði. Bara svo við höfum það algjörlega á hreinu. Malbikunarstöðin Höfði er í samkeppni sem kemur meðal annars fram í því að við gerð fjárhagsáætlunar þá birtast ekki tölur malbikunarstöðvarinnar og það er eina fyrirtækið í eigu Reykjavíkurborgar sem þannig háttar til af samkeppnisástæðum og það er mjög skiljanlegt að fyrirtækið vill ekki gefa upp sín áform í fjárhagsáætlun með tilliti til þess að samkeppnisaðilar geta þá séð hvaða áform fyrirtækið hefur. Það er svona lýsandi dæmi það að ekki verður lengra haldið. Malbikunarstöðin Höfði hefur verið vel rekið fyrirtæki og við höfum notið góðs af því og einmitt þess vegna má búast við að fyrir það fáist gott verð. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson svarað andsvari öðru sinni. Þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Ég kem hér upp til þess að ræða mál númer 8 í þessari fundargerð sem að fyrir ræðumenn hafa líka verið að ræða um. Ég sit í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða fyrir Reykjavíkurborg og tek undir það með borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni að þarna hefur verið eftir hrun unnið mjög gott starf í hagræðingu og því að ná sér í verkefni hjá Vegagerðinni og Reykjavíkurborg og það sem að kannski hefur komið óvart að hefur tekist að ná í verkefni hjá einkaaðilum líka sem að hefur náð að gera rekstrarreikning fyrirtækisins mjög ásættanlegan með erfiðar aðstæður. Það hvort að það var að selja fyrirtækið eða ekki auðvitað ákveðin hugmyndafræðileg spurning en ég les ekki þannig í svör Dags B. Eggertssonar hér að það sé út úr myndinni að það verið gert með tíð og tíma. Ég held hins vegar og ég segi það sem verandi í stjórninni þarna núna að það sem er mikilvægt að það sé gert í sem mestri sátt hér í borgarstjórn og að við sendum þannig skilaboð út sem fyrst í rauninni hvað við hyggjumst fyrir með þessum Malbikunarstöð. Nú ég þeirrar skoðunar og sagði það strax á mínu fyrsta stjórnarfundi að ég teldi að borgin þyrfti ekki að eiga Malbikunarstöð. Þannig að það væri eðlilegt að hún myndi einhverju tímapunkti losa sig við það. En við viljum fá sem mest fyrir þessa eign okkar og ég held að það sé þess vegna best að koma til dæmis lóðamálum í góðan farveg áður en að fyrirtæki selt. Jafnvel að komast fyrir vind núna í þessu efnahagsástandi sem að núna en ég ekki í neinum vafa um það að það til lengri tíma borgar sig fyrir Reykjavíkurborg að losa þessa eign sína og það verður þá auðvitað tryggt leið að það verði ekki fákeppni á markaðnum. Það í rauninni bara einn stór samkeppnisaðili eða keppinautur sem Kólas og ég ger ekki ráð fyrir því að það fyrirtæki myndi fá að kaupa Malbikunarstöðina þannig að það væri einhver annar kaupandi. Þannig að samkeppni yrði jafn tryggð eftir sem áður. Ég vildi bara nefna þetta virðulegi forseti sem fulltrúi borgarstjórnar inn í þessari stjórn að ég sammála upphaflegu tillögu í borgarráði það að við eigum að selja þetta fyrirtæki en ég skil vel að það þurfi að gerast með tilteknum undirbúningi til þess að við fáum sem mest fyrir þessa eign okkar og eigum að hefja þá vinnu nú þegar það hvernig við getum selt þessa eign þannig að við fáum sem mest fyrir hana og helst í sem mestri sátt hér í borgarstjórn. Þá umræðu lokið þennan lið og þá kemur til afgreiðslu 8. liður á dagskrá samkvæmt fundargerð borgarráðs frá 13. júní sem tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sölu Malbikunarstöðvarinnar Höfða. Þeir sem að samþykkja vilja þá tillögu gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Hún felld með 10 atkvæðum gegn 5. Þá tökum við til afgreiðslu 11. lið í fundargerð borgarráðs frá 13. júní sem tillaga að veita skóla- og frístundasviði 54 milljónir króna í viðbótarfjárveitingu vegna fjölgunar barna í leikskólum Reykjavíkur haustið 2013. Þeir sem að samþykkja vilja þá breytingu gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum eða samhljóða. Þá erum við